gegnum aldirnar hefur vindurinn gert mönnum lífið leitt, rifið segl sjómanna, feykt heyi af túnum bænda og jafnvel hnuplað þvotti af snúrum vammlausra húsmæðra. Með nýtilkomnu rannsóknarverkefni Landsvirkjunar leitast við að snúa á vindinn og nýta afl hans til góðs með vistvænni orkuframleiðslu. Þann 15. nóvember 2012 var 2 vindmyllum skipað á land í Hafnarfirði. Óhætt að segja að vindurinn hafi heilsað þeim með krafti svo menn þurftu að hafa sig alla við að skipa hlutunum heilum upp á fastalandið. Við höfum verið að skoða vindinn núna á Íslandi í 2 ár. Og það staðsetningar sem við höfum helst skoðað snúa aðallega að því að vera nálægt virkjunarmannvirkjum Landsvirkjunar og líka vera nálægt flutningskerfinu. Sú staðsetning sem við höfum valið við Búrfell, þær eru settar upp bæði til að safna rekstrarreynslu og líka til að sannreyna ýmsa forsendur, til dæmis varðandi nýtingartíma, sannreyna að þarna sé ekki ísingaráhætta. Landið sem var fyrir valinu fyrir þessar tilraunavindmyllur kallast Hafið og á svæðinu fyrir ofan Búrfell. Undirstaða hverrar vindmyllu steyptur hringur 16,8 metrar að þvermáli þar sem hún breiðust, en sá hluti sem ofan jarðar 5 metrar að þvermáli. Þann 28. nóvember var vindmyllunum ekið á staðinn og hafist handa við uppsetningu. Þetta 300 tonna krani og stærsti kraninn á landinu og eini kraninn sem ræður við þetta verkefni út af þyngd og hæð. Og það sem svolítið sérstakt við þetta verkefni núna eru þessi spaðar og svona. Þetta liður í rannsóknarverkefni á vegum Landsvirkjunar til að kanna möguleika vindorku á Íslandi, hvernig virknin og hvernig þær virka við íslenskar aðstæður. Þessi staður, við erum hérna á hafinu fyrir ofan Búrfell og við erum búin að vera að mæla hér og víðar landið, en hérna erum við búin að vera að mæla í 2 ár og þessar í mikilli hæð og það gefur til kynna, þær mælingar gefa mjög góða virkni til kynna. Það mjög stöðugur vindur og hár á þessum stað og einnig erum við náttúrulega nálægt þjónustusvæðinu sem á þetta Þjórsárssvæði og nálægt línum og svo framvegis. Hér lítið dýralíf og fuglalíf og langt frá mannabústöðum. Turnarnir stiltir nákvæmlega af og boltaðir niður á undirstöðurnar. Síðan hrærð sérstök steypublanda og henni fleytt undir turnin. Eins gott að hrærurnar séu ósviknar þegar verið að steypa í fimbulfrosti eins og hér glímt við. Því vindurinn mun án efa reyna hvað hann getur til að blása þessu mannvirki koll á komandi misserum. Þessar vindmyllur eru sérhannaðar fyrir mjög sterkan vind og eiga þola að minnstakosti 70 metra á sekundu. Og mælingarnir okkar hérna síðustu ár hafa gefið til kynna að hér verði mest 40 metra á sekundu, þannig að það ætti nú að standast þetta vel. Einnig eru þær sérhannaðar þannig að það framleiða ennþá í mjög háum vind og þær stoppa ekki fyrr en í 34 metrum á sekundu, þannig að þær geta verið að framleiða alveg upp í þann vindhraða. Vindurinn þvingast þarna niður á milli jöklanna og niður á hálendinu og þarna á milli fjallana og akkúrat þarna ofan Búrfells þá hagstæð skilyrði. Og bæði það svona trektaráhrif á milli fjallana, það sem þvingast á milli, og svo það líka það að ef landið kalt, eða þegar landið kalt á veturna og láglendið eða sjávarsíðan miklu hlýrri, að þá steypist þetta, við getum sagt að hálfpartinn steypist niður loftið ofan á hálendinu og rennur niður brekkurnar og eykur þar með enn á vindinn.
á þessum slóðum. Þetta á þetta bara við í norðaustanáttinni og það er jafn heppilegt að norðaustanáttinni er þarna ríkjandi vindátt. Og það er svo merkilegt með vindinn þarna hvað hann er jafn og stöðugur og ekki kvikur eins og er svo víða við fjöll hér á landi. Veðrið stjórnaði hraða verksins, því það kom reglulega fyrir að gefast varð upp fyrir gustinum. Vinnuflokkurinn leitaði þó vars en sætti færis leið og vindalægði. Ef við horfum fram í tímann þá eru stöðugar tækniframfarir í þróun á vindmyllum. Búist við að á næstu 10 árum muni kostnaður því lækka 20%. Á móti kemur að í virkjun vatnsafls og jarðvarma höfum við gengið fyrst á ódýrustu orkukostina og framtíðarkostir verða alltaf dýrari og dýrari. Því má með sanni segja að ef forsendur ganga eftir, þá verði vindaflið samkeppnishæft við aðra orkukosti. It's more windy here and it's colder than I expected. You know, you got a very icy wind here. In Sweden we don't have this kind of winds you have on Iceland. Til að vinna gegn ísingu þá eru hafðar loftdælur innan í spöðunum sem dæla munu heitu lofti til að minnka ísingarhættu. The blade is a glass fiber, and the rest of the turbine inside is steel, everything, and you bolt it together with bolts. The thing is, when everything's so cold, nothing wants to work. Generators don't want to start. You know, things have to be thawed out before you can actually do the job. Aðalmáli að lyfta spöðunum en þeir fara 3 saman allir upp í einu og þá þurfum við að vera með svona mestalagi 6 metra á sekundu upp í 55 metra hæð, þannig að það er ansi sjaldan sem það gerist hér. Tilkomumesta sjónin var náttúrulega þegar spaðarnir voru settir upp en það er sko svolítið flott hvernig það er gert. Þeir eru festir á húsið niður á jörðinni þannig að allir spaðarnir eru komnir á og svo þarf algjört logn þar sem þeim öllum er híft saman upp og það er svona sérstök græja sem er sett á, sem við köllum banani, sem er sett á kranan og getur snúið spöðunum þannig að þeim er fyrst lyft upp og svo snúið og þar eru svo bara starfsmenn að niður á jörðu, spaðarnir eru tengt snæri eða við spaðana þannig að þeim er svolítið stýrt með handafli niður á jörðinni líka að þeir fari ekki á staði ef það komi vindhviður. Þannig að þetta var svona einstaklega tilkomumikil sjón þegar spaðarnir voru settir upp og mikil gleði líka þegar það tókst í hvert skipti. Mælikvarði á dempun vinds vegna landslags kallast hrífi. Þar sem að landslagið hér er mjög flatt þá er viðnám þess gegn vindinum mjög lítið og nánast sömu skilyrði og yfir vatni. Þetta er mikill kostur fyrir verkefnið því að þá er meiri vindur nær yfirborði jarðar og hugsanlega hægt að spara í hæð turnana. En turnin er talsverður hluti af kostnaði. Því hærri sem turnin þarf að vera, því meiri fjarlægð þarf að vera í það næsta. Þannig næst betri svæðisnýting með lægri turnum. Svæðið er í 270 metrum yfir sjávarmáli, því er ekki mikil ísingarhætta. Það er gaman að því að með vindmyllur þá er valinn sá staður sem er mikill vindur á til að setja þær upp en aftur á móti þurfum við mjög lágan vind til að koma þeim upp og við höfum nú verið mjög heppin með veður hérna undanfarið að mestu. Mikið kappsmál var að koma báðum vindmyllunum upp fyrir hörðustu vetramánuðina, svo hægt yrði að ná marktækum prófunum og fá rekstrarreynslu strax á þessum vetri. Leið og fyrri vindmyllan var komin upp var hafist handa við að flytja búnað og gera klárt fyrir uppsetningu seinni vindmyllunar.
Þar sem svæðið er vindasamt og ekki síst á þessum árstíma var brugðið á það ráð að fá Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing til að gefa út nákvæmar spár fyrir hvern dag. Þetta var gert í desember skömmu fyrir jólin og þykir nú ekki besti framkvæmdatími ársins svona alla jafna og veður geta verið rysjótt og þau voru það og ég var svona með í þessu verkefni að rýna í veðurspárnar og reyna að finna bestu stundirna þegar að vel gafst og þá skiptir nú engu máli hvaða tími dagsins eða vikuna það var að menn fóru bara út þegar að það lægði jafnt að degi sem nóttu. Þannig var stundum unnið á nóttunni eða helgar eftir því hvernig vindar blésu. Það kom líka fyrir að ekki gafst tími til að taka matarhlé. Á heimsvísu er uppsett afli vind í dag 230.000 megavött sem er 1/4 af uppsettu afli í vatnsafli í heiminum í dag. Vöxturinn hins vegar mun meiri í vindi heldur en í vatnsafli og því er spáð að í kringum 2030 að þá verði svipað magn af uppsettu afli í vindi og í vatnsafli í heiminum. Hópurinn sem vann að reysingunni samanstóð af 8 mönnum frá fyrirtækinu Enercon og 2 íslenskum kranamönnum, auk verkefnisstjóra Landsvirkjunar. Mennirnir skiptast á við að vinna upp í turni og á jörðu niðri. En töluverð orka fer í að klífa lóðbeinan turnin. Við reysingu þurfa 2 menn að klífa upp mjóan stiga til að taka á móti næsta stykki. Þetta er hvorki starf fyrir lofthrædda eða þá sem þjást af innilokunarkennd. And as far as the climate's concerned, I say they do self-rescue and the rescue of others, which is quite a hard training. It's a 5-day training course. It's not easy, and you have to be very, very fit and agile to actually do it. So it's, how can I say, it's a bit of a young man's game, this. It's a little scary, but you get used to it. Standing, looking at things coming over your head, it's not exciting, but it's just a job. Oh, you can get a lot of seasickness going up there, but usually when we have high winds, when we work inside the tower, it can shake. Also, when it's finished, it will shake a little, but that's it. Þyngsti turnin í þessu, hann er 33 tonn og efst, toppstykkið, það er 18 tonn sem fer upp í 55 metra hæð. Síðan kemur sem sagt rótorinn og spaðarnir og allt það dót allt upp í einu hífi. Það er 15,5 tonn og það þarf að vera svona 4-5 metrar á sekúndu til þess að sé í lagi að setja það upp. Til þess að kallarnir ráði við að stýra því. Maður er með svona teljara hérna sem maður fær svona góða tilfinningu fyrir það hversu hratt og mikið krókunum fer niður og þannig að maður hefur alveg tilfinninguna fyrir þessu sem maður er að gera. Nýting vindorku hefur vaxið hröðum skrefum á síðustu árum og 15-faldast í heiminum frá árinu 2000. Evrópuríki eru mestu framleiðendur vindorku með 37,5% af heildarframleiðslunni. Kínverjar koma næstir með 26,8% og Bandaríkjamenn í 3. sæti með 21,2%.
Vindmyllurnar eru gírlausar, en kostur gírlausra vindmylla sá að rafallinn framleiðir rafmagn við færri snúninga og slítur því vélbúnaðnum minna. Við þetta eykst líftími vélarinnar, bilanatíðni minnkar, orkunýting betri og hljóðmengun minni. Miðjan janúar hófust svo forrekstrarprófanir á vindmyllunum og það gekk allt mjög vel, þannig að þann 14. febrúar á Valentínsdaginn sjálfan þá afhenti Enercon, Landsvirkjun, formlega vindmylluna til rekstrar, þannig að nú þær í okkar höndum. 3, 2, 1, 0, go! Ég fagna þessu framtaki Landsvirkjunar að halda inn á þessa braut. Vona að sjálfsögðu og við öll að það muni vel takast. Ekki bara hvað tæknina og búnaðinn varðar og það verði allt saman farsælt, heldur líka samspil þessarar tegundar raforkuframleiðslu við aðra og sambúðin við náttúruna og íbúa landsins. Mér finnst Landsvirkjun sýna með þessu framsýni og metnað. Og nú tekur svo við bara að fylgjast vel með nýtingunni og hvernig það að reka vindmyllur á Íslandi með tilliti til íslenskra aðstæðna og það margt sem við þurfum að skoða og margt sem við þurfum að líta í. Og svo meðan við erum að fylgjast með þessu, þá erum við líka að reikna og reikningu fram til og skoða hagkvæmni þess að setja upp fleiri vindmyllur. Og þá erum við að mestu að skoða þetta svæði til að byrja með. Einnig mjög mikilvægt fyrir okkur að fá reynslu á það hvernig almenning líst á þetta, hvernig líst Íslendingum á að hafa þetta í umhverfinu. Við teljum þetta hafi lítil áhrif, þetta truflar fáa hér á þessum stöðum, en það mikilvægt að við verðum þjóður verði náist ákveðið samstæðu það. Þannig að ef þetta virkar vel, þá munum við skoða möguleika á því að byggja stærri vindgarða, en það mun þá ráðast að því að kostnaðar hafi lækkað enn frekar og að þessar tilraunir hafi gengið vel. Við höfum gert okkur vissa væntingar með uppsetningu þessara tveggja rannsóknarvindmylla hér á þessu svæði og sérstaklega snúa þær væntingar að nýtingatíma á vindmyllunum og við höfum vonir að hann sé með því besta sem gerist í Evrópu. Sem sagt svipaður á norðurströnd Írlands, norðurströnd Skotlands og á vesturströnd Noregs. Og ef þær væntingar verða að veruleika, að þá má sanni segja að vindmyllur á þessu svæði séu samkeppnishæfar við smærri virkjunarmöguleika á Íslandi í vatnsafli og jarðvarma. Vatnsaflskerfið okkar það þannig uppbyggt að við erum að safna bráðnun jöklana á sumrin og nýta það síðan yfir veturinn. Þannig að við erum með mikla miðlunargetu í vatnsaflinum. Vindurinn breytilegur milli daga eða milli vikna, þannig að það mjög auðvelt að nýta þetta miðlunarkerfi til þess að jafna út sveiflur vindsins án verulegra fjárfestingar hjá okkur. Það má því segja því að við í Landsvirkjun erum að vinna með þessi endurnýjanlegu orkugjafa, þá höfum við oft aðra óskýru veðurfarið. Stundum lág lónarstaða og þá erum við einir af þeim fáu á Íslandi sem gleðjust yfir úrkomu og fólk hefur oft ekki skilið það árátt í okkur, en nú þetta líka að breytast og nú ekki nóg með að við viljum úrkomu að nú gleðjumst við trúlega mest þegar það bæði rok og rigning.